Já, við ætlum að halda áfram með verkefni 4 og við erum að nota hérna sýnilausnina á verkefni 3 sem að ég gaf út og er með hana keyrandi hjá mér og þið getið sett hana upp síðan ef að þið viljið nota hana í staðan fyrir ykkar lausn. Og síðan getum við sett upp í hýsingu, en út af því að við erum að nota React og sem svona client-side verkefni þá þurfum við ekki að reyna að hafa neitt keyrandi server. Það er bara nóg að vera með einhvern static server eins og við vorum bara að nota í Webfortran 1 og getum að nota Netlify bara svo lengi sem við getum þá kallaði vefþjónustuna á einhverjum stað í einhverju hýsingu. Og þá er eina sem að þið þurfa að hafa í huga ef þið notað ykkar eigin er að ef að það er keyrandi á einhverju slóð á render, bara eitthvað v3sýnilaust.onrender.com að þá þarf að vera uppsett kors að þið leyfið í raun bara alla hósta að kalla á þetta að þegar ef að það er ekki þannig þá mun vafrinn stoppa ykkur í því að gera HTTP requestu úr vafranum yfir á einhverja aðra slóð og þetta er cross origin request cross origin resource sharing. Þannig að þetta er í raun þarna leyfir þetta server sem við köllum á annarkvort default ekki að það sé gerð fetch requesta úr klientnum eða þá að það er leyft. Þá er í raun hægt að stilla hvaða domain það er, hvaða skema það er og hvaða HTTP methodur það eru. Þannig að það er einn af þessum hérna og hvað eru headerarnir hérna? Þá er hérna að setja svona kors stjörnuheader er bara að segja access control allow origin og það er bara stjarna, það með að bara allir gera þessi köll og síðan hérna fyrir headerana þá er eitthvað svipað. En allavega, ef við setjum þetta upp þá segjum við bara allt er með kors headerinn origin stjarna, þannig að þá mega allir gera köll. Annars, ef þið reynið í fyrsta skipti að kalli þetta ekki á localhost, af því að við erum að keyra þetta saman á localhost og hérna en þú veist, reynið að keyra þetta yfir hérna netið, að þá munið við fá svona korsvillu í konsól hjá okkur. Þá fáum við fyrst svona pre-flight og pre-flight requestan er í raun að bara fara á undan, hún pre-flightar, fer á undan og spyr, heyrðu, má ég fara að gera þessa hérna requestu? Og þá athugar hún, já, korshættarinn leyfa mér það og þá fer hinn requestan á stað. Annars fáið þið korsvillu í konsól og það stendur bara að þú mátt ekki gera þessa fyrirspurn. Og þetta þá gert þess að út af því að vefurinn sem við erum að heimsækja er að gera requestu í okkar nafni að þá er það í raun þá vitum við ekkert hvað við erum að fara að gera requestu á og ég hef kannski búin að tala um það einhvern tímann en það getur þá verið að það sem við erum að gera requestu á bara bankaninn, þú ert loggarinn í bankaðinn og þá má ég requesta einhvern endapunkt þar og það má ekkert án þess að bankaserverinn sem ég er búin að segja já, það má gera svona requestu frá einhverju origini til okkar svo að við vitum í raun að þú veist, þú fara ekki inn á evil.com og evil.com gerir fetch requestu á banki.com/staðareikninga og fær bara tilbaka gögn. Þannig að þess vegna getur í raun banki.com í þessu dæmi banna það. Að þetta er bara partur af þessu svona cross origin, svo við erum að fara á milli origina, við erum að fara á milli vefþjóna, típa af villum og það er til svona CSRF og XSRF villur sem eru þá svona cross-domain, cross-origin, request forgery árásir. Það sem er verið að reyna að gera svona, það var hérna alltaf sagt í gamla dag að hafa bara mynd sem fór inn á, þú fórst að opna einhvern vef og það var mynd og sourcen á myndinni var bara eitthvað addaði þessu í kartið á Amazon. Þá bara fór allir inn á þennan vef og þá fór það sinni inn á Amazon og þá var bara einhver hérna bók eftir einhvern höfund eða eitthvað, þú veist, í kartininu, tók þetta eftir því að þú pantar það óvart. Þú veist, það er bara svona frekar, það var eitthvað svona proof concept sem einhver gerði. En þú veist, svo er bara þetta fabulur í kringum þetta og þetta getur verið mjög alvarlegt. Ég var búinn að klóna bara þetta, eða þú veist, með þetta uppsetta minni vél
og keyri það og að keyra það hérna og ég breytti portinu þannig sem tíma, þannig þá getur bara keyrt hérna npm run def og þá keyrir þessi server hérna á portið 4000 og þá get ég bara farið hérna og fengið yfirlit yfir mínar aðferðir í vefþjónustunni og get þá kallað úr hinu forritinu mínu. Og þá vorum við með hér og við vorum búin að vera að setja upp routing, við vorum komið með hérna einhverja yfirlitssíðu, við vorum með staka frétt eða svona, já við getum farið inn á staka frétt, við vorum ekki komið neitt form þannig séð, en við endum hann á því að vera að sækja fréttir og þá vorum við hérna, við erum upp, við settum React router, þannig að við getum í raun fengið routing fyrir þetta, þá fáum við hérna /fréttir og ný frétt og stjarnar fyrir eitthvað not found page og við vorum að enda hérna á því að vera með eitthvað, skoða þetta með use effect og svo use state til þess að geima þetta. Sækja þetta einu sinni, þá lentum við í því að við vorum að sækja þetta endalaust þegar við settum stateið, en ef við setjum hérna tómt dependency array, þá gerum við þetta bara þegar síðan loadar, setjum þetta inn og býðum síðan, og setjum fréttinur okkar sem state og loggum það út hérna en ídröfum líka í gegnum og byrtum hana titlana. Þannig þá getum við keyrt þetta og þá keyrir þetta hérna í gegnum vít, það sem hérna server og við endum á því að fá þetta hérna. Þá vorum við með hérna og við sjáum þetta blikk af því að þetta tekur tíma að sækja þetta. Og nú getum við út af því að við stýrum báðu, þá get ég farið hérna og farið í þetta og fundið hérna News API og á Get og ég ætla bara að segja hérna await sleep, nei, ég ætla að búa það til, já, ég er með hérna Copilot, setjum eitthvað aðeins meira og búum bara til hérna stutta sleep, já, flott, svona. Svona er Copilot svona, veit hvað þetta, já, og einmitt, setjum hérna simulate delay, já, nei, þetta er fínt, svona. Og þá getum við sett bara hérna, stopp, að hérna, áður en hún svarar, þá býður hún í 5 sekundur, sem er kannski svolítið mikið, en, ok, og þá getum við gert núna, og núna sjáum við þetta meira, þetta er augljósara núna og svo kemur þetta inn og svo gætum við sagt að við viljum í raun líka síðan prófa að láta þetta klikka og þá getum við sagt bara hérna return c json ok, þetta er ekki lengur hjálplegt svona error true eitthvað og það er 500 minkum þetta því að 5 sekundur eru lengi að líða þegar maður er að bíða því og þá kemur hérna og svo gerist ekki neitt af því að hún bara feilaði og við vorum ekki að bregðast við því en ef við förum núna í network tabin þá sjáum við get hérna og svo kemur 500 villa þannig að þá höfum við núna tækifæri til þess að vinna með þetta hvað gerist þegar þetta skilar villum og þá þurfum við ekki að gera það í klientnum okkar þú veist, í React appinu okkar, heldur getum við bara gert það í API þjónunum og það er oft þannig að þegar það er verið að þróa svona virkni að þá er eitthvað teymi sem sér API-in og eitthvað teymi sem sér framöndan og þá er oft gott að vera með einhverja leið í development til þess að emulera svona hluti þannig að það sé einhvern veginn hægt að kveikja á, mokka eitthvað eða gera eitthvað þannig að við getum í raun sammælst það hvernig villurnar er að koma fram og hvernig við bregðumst við þeim á kontrólenan máta, ekki bara eitthvað svona já, ég tek bara gagnagrunn úr sambandi og þá gerist þetta heldur þú veist hérna, já, ef þú ferðin á /test/500 þá fara alltaf 500 villu eða /eitthvað, þá fara alltaf hægt svar eða tómt svar eða eitthvað og þá getur þetta breyta því eða nota query-string parametra og láta þannig svona hérna svona gervigögn koma fram til þess að hjálpa manni að vinna með þetta og bregðast við þessu þannig að þetta sé ekki eitthvað sem að gleymist og brotna svo bara einhvern veginn þegar notendur eru að nota. Ok, við ætlum að byrja á því að
kannski að bregðast aðeins við því hvað við gerum þegar þetta tekur tíma, og núna erum við bara með þessar 2 sekúndur, og hvað gætum við gert hérna til þess að gera eitthvað meðan að hlutirnir eru að lóta. Hvað er fyrst, hvað er þetta sé að lóta? Já, þetta er tími sem tekur, en þetta er, forritið okkar er þá í ákveðin stöðu, þannig að þetta er state sem við erum í. Við erum í initial state, það er ekki búið að gera neitt, bara fyrsta rendrið, svo erum við með eitthvað loading state, þá meðan við erum að bíða til þessu, síðan förum við eitthvað data state, þar sem að, við erum með gögn og við ætlum að birta þau, svo erum við hugsað með eitthvað error state, eitthvað kom upp á, og við erum hugsað með eitthvað empty state, við beðum eitthvað að við fengum ekki neitt. Þannig að þetta eru svona þessi 5 state sem er yfirleitt eitthvað sem við viljum byrja að hugsa um. Og hvernig getum við representa það hér? Jú, og þá getum við haft, við getum búið til eina state breytu per, við getum sagt loading, set loading, og það er use state false. En hvað gerist núna ef við bætum við öðru state? Error og set error. Já, við erum búin til n boolean stateur fyrir n state, sem þýðir fyrir n boolean breytur þá erum við með þetta er exponential fjöldi af stöðum sem við erum að hugsa um. Hvað þýðir það að vera í loading state og error state? Er það eitthvað sem við viljum hugsa um? Eða er þetta bara diskrít hlutir? Þetta eru bara 5 diskrít hlutir sem við erum að hugsa um. Já, og þá getur oft verið, og þetta er sama þegar við erum að hanna gagnagrunni og við búum til, já, ég ætla bara að segja að þetta er draft. Þannig að ég ætla að segja að dálkurinn minn heitir isDraft og hann er annarkvort true eða false. Og þetta er published, hann er annarkvort true eða false. Og þetta er in editorial review, true eða false. Og þá fara aftur, ok, hvað þýðir að vera draft og í review? Getur það gerst? Þannig að í staðan fyrir að vera með boolean, bæta bara við boolean, þá er kannski betra að gera hvað? Nota í-nöfn. Og þá getum við nota bara TypeScript og sagt state, eða kannski eitthvað betra news state. Þá getum við sagt, það er annarkvort initial, loading, error, data eða empty. Þá getum við, þá er useState er sem sagt inferar hérna, þetta sé í raun af boolean, en við getum, getur tekið einn abstrakt parameter og við getum sagt hérna þá að vera af newState. Þetta er state af típinu newState. Og þá segir hún hérna, false er ekki partur af því og d er það ekki, en data er það. Og þá getum við sagt hérna, þetta er initial. Og þá getum við bara að kalla þetta newState og set newState. Og þá getum við tekið þetta út. Og þá ættum við alltaf að geta vita bara nákvæmlega í hvaða stöðu við erum, svo lengi sem við náttúrulega tryggurum réttar stöðubreytingar þegar það er eiga að gerast. Og þá getum við sett bara hérna efst, breytum þessu bara í section, bara hérna, þetta eru, bara fréttir, state, og þá getum við sé bara hérna hvað er stateið okkar, eða fyrir ekki, news stateið okkar. Þá erum við með hérna bara initial og þá var bara initial. Það breytist ekkert. Það er bara state initial og við fórum svo til loading. Þannig að nú þurfum við að tryggra það að fara yfir í loading. Og hvað
hvar getum við gert það? Inn í já og þá getum við sagt hérna, við erum að fara að kalla þetta hérna sem er asynchronous fall og mun taka ykkur tíma, þá getum við kallað í hérna set news state loading, svo getum við sagt bara eftir þetta data, ekki sannleikurinn eins og en nót til þess að við getum í raun séð núna hvað gerist þegar við reloadum. Ok, þetta var greinlega ekki nógu gott og því hérna lendum við í því út af því að þetta hérna er asynchronous, þannig að þetta keyrði, hún keyrði þetta á stað sem keyrir á stað asynchronous fall og þetta hérna keyrir síðan strax aftur. Þannig að út af því að við máttum ekki vera með await hérna, þá var þarna hook-reglan sem sagði þú mátt ekki vera með async, callbacki má ekki vera async í use effect. Þannig að þá getum við tekið þetta hér og setta bara eftir kallið hérna. Út af því að þetta hérna veitar og þá vitum við alltaf að þessi hérna býður eftir því að fá niðurstöðuna og setur síðan stöðuna. Þannig núna, ef við reloadum, þá fáum við loading og svo fáum við data. Þannig að þá sjáum við að þó svo að við séum að gera þetta hérna, að þá er samt verið að re-rendera. Þið munið, set state triggerar re-render fyrir hvert einasta kall í sig. Það er aðeins flóknara, ég veit ekki hvort þið lásuðu og kíktu aðeins í dokkana, hvernig það virkar, en það batsar saman, þannig ef við myndum vera með 20 set state, þá er ekki set state og er að triggera re-render 20 sinni í röð, heldur er svona internal batching sem gerist og hún svona, þetta er keyrt í svona mikrotaski sem þýðir í raun að hún býður eftir einhver ákveðnum mörgum köllum og svo í næsta tikki þá er það keyrt. Þannig að það er einhver klukka sem keyrir hana. Þannig að ef ég myndi segja set state, set new state og fara í gegnum alla stöðurnar, þá bara tekur hún seinustu breytingun okkar og keyrir það re-rendera móti henni. Og það gerist þá í raun þó svo að það sé eitthvað að veit að gerast. Það gerist bara þarna asynchronously og svo getum við bara kallað í set state, við getum verið með marga svona gaur að keyra og React sér það bara mismunandi eftir því hvar eru þessir hérna komponentar. Ok, þá getum við sagt bara hérna við viljum sýna fréttalistan svona, þá ætlum við aðeins að hvað? Þannig að þá segjum við hérna, ef að new state er data, að þetta er þetta hérna, þannig að við getum uppfyllt þetta og við erum með news, það er ekki null og við þurfum að laga þessi hérna typing, en ok, fine. Þá birtum við þetta hérna. Og hvað getum við þá gert ef við viljum setja inn loading state? Eða ofan eða hvað sem er, því að við vitum í raun alltaf að það verður alltaf bara ein staða, þannig að við vitum að ef við setjum bara 5 svona gaura, þá munum þeir vera bara covered af þessum 5 mismunandi stöðum. State og þá getum við í raun, sæki fréttir, þá fáum við svona og þá getum við verið með hérna sæki fréttir og svo skiptir það yfir í listan. En svo getur þetta orðið svolítið svona skemmtilegra að því leyti að við getum verið með, núna erum við með þetta hérna og sjáum við að síðan, það verður svona repaint sem er mjög sjáanlegt. Það hoppar mikið efnið og það er oft á tíðum ekki gott og ef þið farið til að nota Lighthouse þá er eitt af því sem er trakkað þar Lighthouse dev page speed hérna bara tökum hi.is að það er cumulative layout shift er eitt af því sem er athugað hérna. Það er það sem athugað er í raun hversu mikið shifta layoutið þegar hún er að gera, ferðin á síðuna
og það lendi í kannski þið ætla að íta á okkur takka en þá allt í einu lótar mynd og þið ítið á okkur annan takka af því að myndin ítti takkanum og það er layout shift. Hvað sér? Hvað er málið fyrir þig? Ég gerist viskast hvað er málið hjá mér? Já, akkurat. Og þetta er sem sagt ekki gott að fá svona. Og layout shift er líka bara að þá riðlar svolítið til bara layoutið á síðun okkar og það verður svolítið svona, lítur ekkert svaklega vel út. Þá er það tíðum nota svona placeholderar eða svona shimmering, svona shimmer effekt, svona loading skeletons líka kallað oft, sem hefur séð það sem er einhvern veginn búið að búa bara til síðuna en hún er einhvern veginn svona tóm. Þá líður manni líka svo eitthvað að sé að gerast og það er orðið svolítið svona staðlað, svona go-to hlutunum sem að fólk notar, er að nota svona shimmering loading skeletons. Það er alveg svolítið vesenlegt, en við þurfum í raun að hanna það og við þurfum í raun að fá einhvern hönnuð með okkur til þess að gera það næs. Þá getur það verið að við værum hérna bara með loading skeleton, það getur bara verið einhver komponent og hann bara býr til eitthvað svona nice loading. Svo getur við sagt hérna, já við gerum ráð fyrir að það séu minnstu kosti 10 fréttir og þá getum við bara sett 10 loading skeletons eða eitthvað. Þannig að þá getum við búið bara til komponenta sem við værum í raun að setja í, á meðan við erum að bíða eftir einhverju. Og þá skín svolítið þetta, þannig að bara ef við leikum okkur og búum þetta til hérna loading skeleton svona, hún bara returnar einhverju loading svona og þá getum við bara sagt svona á einhverju tímapunkti ætlum við að gera mjög nice loading skeleton en það er ekki núna, þannig í staðinn skaffoldum við bara mokkum búin til stub af loading skeletoninu og höldum áfram. Þá er það bara tilbúið hérna og hér er bara hægt að gera betur þegar við fáum tíma til þess. Við getum verið með eitthvað svona task tracking eða eitthvað, nota Trello eða Asana eða eitthvað, búið til miða, sagt gera betri loading skeleton. En nú er það bara einhvern veginn encapsulatað í þessum component og þarna fer React að skína virkilega af því að þetta geta verið með komponentana gera verkum að það er mjög auðvelt að brjóta verkefni niður bara í mismunandi komponenta sem við getum síðan bara skipta milli okkar og unnið í og þetta verður ennþá betra þegar við búum bara til folder og segjum hérna loading skeleton draugum hann hérna inn í og já, updateum importinn og segjum svona við ætlum að vera með loading skeleton.css og við ætlum að vera með hérna loading skeleton background color pink og við ætlum að segja hérna import s from loading skeleton hérna og við ætlum að segja hérna class name s.loading skeleton svona ok byrjum við að nota vít React CSS og ég ætla að setja upp CSS modules já, ok gerum þetta bara svona til að byrja með og gerum þetta seinna svona ok loading skeleton þá fáum við hérna bara sí við eftir að vista þetta loading G svona þá sjáum við hérna núna er bara eitthvað svona bleikur þarna en sem þýðir að við getum sagt þessum komponent að hann á eitthvað CSS sem er bara co-locatað hjá honum hér og við getum notað þetta sem heitir ef við myndum geta gert import s from þetta þá er ég að nota CSS modules ég ætla bara að setja það upp á eftir eða bara í næsta tíma en
þá erum við búin að setja saman hérna komponent og stílinn hans. Svo getum við sett líka test fyrir þennan komponent á sama stað og við getum sett storybook fyrir þennan komponent á sama stað sem þá leið til þess að skoða alla komponentuna saman í einni heild. Nú ekki búin að sýna ykkur það eins og hvernig hérna hjá Starrand Ísland. Og þessi komponent getur orðið flóknari og hann getur bara vaxið og lifa sínu besta lífi bara inn í þessari möppu. En við vitum bara að hann verður einhvern tímann betri og við bara höldum áfram. Þannig að hann bara svona. Svo það sama hérna að núna viljum við vera með listan yfir fréttirnar. Þá getum við bara sagt, ok, við erum ekki að hugsa nákvæmlega hvernig á að birta fréttalistan hér. Við erum að hugsa það hvernig á að sækja fréttalistan, díla við mismunandi steitin á honum og senda síðan viðeigandi gögn í rétta komponenta sem kunna þá birta hann í sinni stöðu. Þannig að þá getum við búið til hérna sem heitir bara news list og news tekur inn news. Þá búið við til nýjan komponent. Og margir búið til svona code generator fyrir þetta þegar þetta getur orðið svolítið þegar maður er svona búið til marga svona í byrjun verkefnis þá getur það tekið tíma. Það er eitthvað svona, þá er eitthvað props og það returnar einhverju svona og við ætlum að segja type props og news er fylgi af any þannig til við lögum það svona svona og þá erum við með eitthvað loading svo erum við eitthvað svona og þá hægt og rólega fer þessi virkni hérna að verða meira svona eins og svona orchestration þetta er svona þetta er hérna leikstjórinn ok, ef það er þetta state eða loading, þá ætlum við að birta bara loading komponentinn. Hann er einhvern veginn svona. Og ef þetta er svona, þá er þetta svona. Og þannig svona brjótum við verkefni niður í þessa komponenta. Þessi komponentpæling er alveg að halda sér í gegnum í raun bara alla uppsetningun á forritun okkar. Hérna, hvað er rátið? Ok, þetta er rátið. Hér er komponent. Ég fer í hann. Hér er eitthvað. Ok, hugsanlega ætti þessi að vera eitthvað brotin niður eitthvað meira en ok, fínt. Hérna, komponent. Sækjum þetta hér og hérna getum við síðan verið með annan komponent fyrir eitthvað svona minni hluti. Við séum með link komponent eða button komponent eða author komponent sem setur nafnið á authornum við hliðina og svona. En höldum aðeins áfram og munum í raun halda áfram að skoða þetta, setja upp þessa komponenta núna í gegnum þetta React ferðalag okkar. En tökum smá pásu áður en við höldum áfram að vinna í því að sækja þessi gögn.